Garðar og Una voru að opna kajaklegu í Grundarfirði. Garðar, betur þekktur sem Gæi, eða Kæi núna, er fæddur og uppalinn þar í bæ og stefnar nú skötuhjúna því að snúa heim. Þið eruð að fara að henda ykkur í kajaklegu. Til hamingju með það, komin aftur í Grundarfjörðinn. Ég ætla kannski bara alveg að byrja á forsögunni. Þú ert bara nýbúin að skipta starfsvettvang, eða ekki? Það er að taka uppeyju í lífinu. Já, heldur betur. Hvað kom til? Sko, ég er búin að vera á sjó senstu 15 árin og lenti í slysi fyrir 8 árum og hef alltaf fundið til í bakinu og svo hefur þetta bara verið ágerst og vera meira og meira og það, já, í raun og veru bara að lækna sér ráði, þurfti að fara í land og þá þurfti maður að gera eitthvað nýtt, þetta var orðið komið fínt. Það gast greinilega ekki hugsaðar að fara lengra frá sjónum en það að fara þá bara á kajak út á sjó? Nei, það er alltaf einhver tenging, þannig að maður slítur sig ekki alveg frá sjónum. Hvernig kynntust þið kajak? Voruð þið búin að vera að stunda þetta eitthvað saman eða? Nei, reyndar ekki, en bara Garðar var búin að vera svolítið á kajak og ég byrjaði að fara með honum og bara fannst það ótrúlega gaman. Og svo fengum við þessa hugmynd eiginlega bara já, það Kirkjufelli sjúklega vinsælt og geta gert eitthvað sjálf og eitthvað sem okkur finnst gaman líka, það var bara frábær hugmynd eiginlega hjá okkur. Hvernig kom hún? Bara í einhverju spjalli? Já, raun og veru bara nákvæmlega þannig, bara í spjalli hvað við getum gert og hún kom með þessa hugmynd bara við eldhúsborðið heima. Það var nú eiginlega ekki, já, flóknara það. Bara gera eitthvað Okkur langaði bara, já, eitthvað sem við getum gert bara sjálf. Unnið fyrir sjálf okkur, það var svona draumurinn. Hvað er langt síðan þú komst með þessu hugmynd? Það er, í október, seinsta ári. Já, þannig að það er innan við ár. Þið ætlaði bara að henda ykkur þetta strax. Já, það er bara að fara alla leið í þessu. Hvað er það sem er svona æðislegt við kajak fyrir þá sem ekki þekkja? Bara hvað þetta er í raun og veru auðvelt og bara tengslu í náttúruna og sérstaklega hérna og já, náttúrulega allstaðar. Bara ótrúlega mikið kyrrð og ró og já, bara æðislegt að vera út á sjó og sjá selina og fuglana og útsýnið af Kirkjufellinu frá svona öðru sjónarhorni heldur en allir eru alltaf að taka myndir hjá fossinum. Já, það var eitt af því sem við tókum eftir líka, að hvað þetta fjall var orðið vinsælt og það fara allir á sama punktinn og taka myndir af þessu fjalli og upplega þetta fjall. Þannig að það var svona góð leið til að bjóða ferðamönnum upp á annað sjónarhorn. Þannig að ferðamennirnir sem fara með ykkur koma til með að toppa myndirnar sem eru teknar við fossin. Já, pottþétt. Algjörlega. Það er bara þannig. Getur hver sem er farið á kajak? Þú veist, allur aldur og öll svona líkamleg geta, þarf maður að vera óbúslega fitt og flottur í þetta? Nei, alls ekki. Við erum með 12 ára aldurstakmark. Þeir sem eru 12 til 16 ára geta farið með foreldrum. Við erum með 2 svona 2 manna kajaka. En annars er það bara mjög auðvelt. Það fór einn 10 ára með okkur um daginn og hún náði þessu bara leið. Og svo fór einn 50 og náði þessu leið, hafði aldrei farið á kajak. Þannig að, já, þetta er raun og veru mjög auðvelt, þetta eru mjög stöðugir bátar. Þannig að, já, ég myndi segja það myndi geta allir róið þessu. Já, og við förum yfir svona grunnatriði og öryggi áður en við förum með hvern hóp. Ferlið, ef ég kemi bara á götunni, kínverskur túristi, aldrei bara komið nálægt sjó eða farið í neitt slíkt, græið þeim upp og farið yfir atriði hvað ég geri ef ég dett útbyrðis. Já, það er að besta. Þú getur komið bara á götunni eins og þú stendur. Við erum með þurrgala, við erum með innanundir flísgala, skó, vettlinga og þannig að þú getur bara allt sem þú þarft. Og öryggisatriðin fyrir mjög öryggisatriðin, hvernig þú átt að beita þér í kajakanum og líka náttúrulega ef eitthvað kemur upp á. Ætlið að vera með þetta á einhverjum x tímum eða bara eftir pöntunum? Já, við ætlum að vera með þetta á x tímum. Það er hægt að sjá allt ferðirnar okkar á vefsíðunni og hvenær þær eru. Þetta eru 3 ferðir á dag, 2 yfir daginn og svo 1 kvöldið. Þannig að svona kvöldsólarferð. Mjög rómó. Sólarlagið við Kirkjufellið, er hægt að hugsa sér eitthvað betra? Það er bara ekkert betra og koma svo hérna í súpu, það fá allir súpu eftir ferð eða eitthvað heitt, kakó eða súpu. Þannig að það er ekki sem toppar það, að sigla í kvöldin við Kirkjufellið og koma svo í súpu eða kakó.